Já, það fer sennilega ekki framhjá neinum að akademískt frelsi fjölmiðla og við getum sagt listrænt frelsi í hættu sem stendur og sætir árásum. Nú, Evrópuráðið lýsir áhyggjum af öfugþróun og stöðu mannréttinda og þar ekki eitt þá skoðun og hingað kominn heimspekingurinn Henry Alexander Henrysson til þess að ræða þessi mál og sennilega sitt hvað fleira. Ertu velkominn, Henry. Takk. Sko, maður svona verður kannski mest var við þær breytingar sem að verða í heiminum af fréttaflutningi hrikalega stöðu háskólasamfélagsins í Bandaríkjunum. Svipaðir hlutir hafa kannski verið að gerast í Ungverjalandi. Erum við að einhverju leyti að upplifa meiri hnignun í þessum efnum og hraðari heldur en nokkru sinni frá síðari heimsstyrjöld? Já, alveg örugglega núna og þá þú nefnir Bandaríkin, við sjáum það nú bara alveg í beinni útsendingu í raun og veru þar sem stjórnvöld telja sig bara umkomin að einfaldlega setja inn kröfur, sko bara kröfugerðir inn til háskólastofnana. Þið verðið að gera þetta svona, annars höldum við fjármagni eftir eða jafnvel förum við harðar aðgerðið gegn ykkur, sko, jafnvel þeir sem sést að sleppa fjármagninu, þeir geta átt vona á einhverjum bara einfaldlega árásum á sig, sko. Þannig að við erum að sjá svoleiðis hluti núna. Við sáum ótrúlega hluti gerast í Ungverjalandi fyrir nokkrum árum síðan, sem dálítið svona stóð út úr Evrópu. En við sjáum þessa hluti bara vera að gerast víða heim núna. Ég skrifaði svar á Vísindavef Háskóla Íslands svona 2017-18 eitthvað svoleiðis. Það sem kom svona bara spurning akademískt frelsi. Ég skrifaði það að ég endaði svarið einhvern veginn þannig að mögulega þá hefði við bara einfaldlega séð blómaskeið akademískt frelsi svona eftir síðari heimsstyrjöld og á nokkrum áratugum og ég segi eitthvað svona í lokin að mögulega erum við að horfa bara til þess að þessa blómaskeið sé svona bara á enda og ég fekk aldrei svona hörð viðbrögð við því að fólk fannst þetta aldrei vitlaust hjá mér. En ég held að margt af þessu hafi ræst. Þá erum við ekki bara að tala, við sjáum svona alveg yktustu myndina til dæmis, sem mjög gott stundum að hafa því miður, að hafa skýra mynd, það sem er alveg í sínu yktasta formi eins og við sjáum í Bandaríkjunum. En það sem að gerast á sama tíma að það svona kannski að molna úr þessu víða. Og ekki á sama stað og við heldum kannski, segjum til dæmis, í upphafi aldarinnar. Og það margt að breytast. Og bara staða, sem sagt, bara þekkingaröflunar og því að akademískt frelsi snýst þekkingaröflun að öðlast þekkingu, hvernig við öðlumst þekkingu, nýja þekkingu og hvernig við miðlum henni að núna þegar við erum komin svona fjórðung inn í þessa nýju öld að við séum kannski á stað þar sem við heldum að væri bara óumbreytanlegt og óumbreytanlegar staðreyndir sem væru bara einhver svona réttindi sem við værum búin að fá og værum búin að tryggja. Allir þeir mannréttindasáttmálar og aðrir sáttmálar sem við höfum gengist undir, menn myndu tryggja það myndi ekkert koma fyrir þetta. En við sjáum núna þegar við erum komin sem ég segi fjórðunginn úr öldinni að það margt að gerast. Já. Sko, það kannski ekki tilviljun að þegar þú skrifaðir þessi varnaðarorð þarna inn á Vísindavefinn 2017-2018 þá búið að kynna Trump til sögunar. Jú, það sem ég var líka kannski að hugsa þá og það var kannski svo breytast hlutinni, sko. Þarna var mikið verið að tala við vorum átt okkur hvað samfélagsmiðlar væru, sko, 2016, 17 bara við fórum átt okkur aðeins á því hvernig við höfum verið værukæri kringum þá. Við sáum það og þetta mikið talað það hættu sem lýðræði stóð anspænis gegn þessum samfélagsmiðlum. Þannig að ég var aldrei með þá í huga til dæmis á þessum tíma hvernig þeir væru og svo bara þetta alltaf ný tækni sem að koma og nýja breytingar, ný módel í stjórnun og fleira, sko. Það ýmislegt svona sem farið að svona meira að horfa til sem var ekki gert áður og allt þetta skapar svona, þetta sem ég var að tala áðan, að það svona molnar undan þessum réttindum og þessu frelsi sem við teljum að sé alveg tryggt. Og við höfum nú rætt í þessu herbyggi áður til dæmis stöðu fjölmiðla og hvað gerast þar.
það er náttúrulega sömu hótanir, ekki ósvipað hótanir til þessi Bandaríkjunum til fjölmiðla. Já. En við sjáum náttúrulega ekki, það er enginn sem heldur því fram að í Evrópu séu standi fjölmiðla sterkt. Nei, þeir standa veikar og veikar. Já. Ég hef líka til dæmis bara áhyggjur við þurfum kannski sem að því að þetta er svona þriðji þátturinn í þessu sem við tölum stundum svona almannarýmið sem verður bara verið í lagi þessi frelsi innan þess til þess að við getum talað lýðræðislegt samfélag og það eru listir og skapandi greinar. Og ég held að það er standi mjög erfið að varnabaráttu ákvörðat núna, við sjáum það kannski ekki eins skýrt en það eru svona næstar undir sko. Er það minna, er þið opinbera að veita minna fjármagni? Meiri afskipti, árásir, við sjáum bara einn árlegu umræðu til dæmis styrki til rithöfunda og svo framvegis, laun þeirra og laun listamanni raun og veru allra. Það sem er ákveðin öfl sem vilja reyna svona, láta reyna á þetta og reyna að skemma fyrir þessu systemi hverju einasta ári, þeim mun kannski takast það og svo vitum við sko að við erum kannski ekkit rosalega sterkar stjórnarskrár víða í Evrópu til þess að verjast þessu. Og það er eitt svona, kannski við getum verið hérna, tekið alveg þennan tíma okkar hérna til að tala stjórnarskrármál og stjórnarskrána sem ekki varð hér á Íslandi. En til dæmis í henni var talað var svona reynt að tryggja akademískt frelsi. Í stjórnarskrá okkar núna er ekkert minnst á akademískt frelsi. Það er ekkert minnst á þekkingaröflun og hvernig við tryggjum frelsi til hennar og miðlunar hennar. Finnar hafa til dæmis gengið lengra, þeir hafa tryggt þetta í stjórnarskrá. Svíjar eru líka að reyna að gera það og normenn að hugsa það. Danir og Íslendingar, ég sé ekki að það muni nokkuð tíma að gerast hjá okkur. Ég bara horfa á Norðurlöndin svona þetta sem er hérna, þetta nánasta umhverfi. Og þegar maður er bara sko einum kosningum frá því að það setja að snúa við svona grunngildum, við höldum þetta sé alveg. Sko það er svo mikilvægt að þó að þetta sé einhversi í lögum, þá erum við bara einum þingmeira hluta frá því að þessu sé breytt. Og þetta eru svona grundvallar atriði og ég nefni hérna fjölmiðla þekkingaröflun og listir sem svona þetta sem skapar almannarýmið raun og veru að þetta er mjög ótryggt, það er mjög auðvelt bara, við getum allt í einu séð og höfum séð, við erum alveg dæmum þetta við að eitt ráðherra með nýjar áherslur getur bara gert alveg ótrúlega mikið. Breytt áherslum sem við heldum að væru alveg nei, þetta er ekki stíl við það sem við heldum hvernig við ætlum að gera hlutina. Er þetta alveg Ingo Sæland? Nei, nú er kannski en sko ráðherra sem kemur inn og segir, heyrðu, ég er ráðherra, ég þarf að ráða þessu. Í þessu mikilvægu þáttum, þá erum við að tala mentamálin, listirnar og þekkingaröflunina, að hérna myndi ég hvetja allar ráðherra til að fara mjög varlega í að segja fólki fyrir verkum og hvernig ná að gera hlutina. Að því að kerfið er innbyggt að það sé frelsi þeirra sem í raun og veru sjáum þessa hluti að ef þeim, sem sagt, hugmyndin er bara svo að ef þetta frelsi er heft of mikið munur ekki þroskast, stafna, þetta mun ekki virka. Og við vitum bara að þetta er í raun og veru þetta frelsi sem skiptir mestu máli í öllum lýðræði samfélögum. Og ég stundum koma ráðherrar inn með góðan hug, þykjast alltaf hafa bara vit fyrir fólki og segja að það sé lýðræðislegast að þeir ráði, af því að þeir hafa náttúrulega sem sagt atkvæðavægið á bakvið sig. Við kjósum okkur ekki listamenn, við kjósum okkur ekki háskólasamfélag, við kjósum okkur ekki fjölmiðla, nema bara óbeint. Og það er þessi óbeina kosningur sem skiptir mestu máli í lýðræðislegu samfélagi, að fólk fá að láta reyna hugmyndir, prófa leiðir, stöðugt að prófa nýja leiðir, sem geta jafnvel gengið alltaf þannig að fólk svona hrekkur við, sem að sér það í listum, ef við ætlum að reyna að skerða einhvern veginn listrænt frelsið, það samfélag er bara brennur alltaf fljótt inni, eða þessi lýðræðislegi kjarni þess brennur fljótt inni. Þannig að þetta er bara svona mikilvæg atriði, þetta er illa varið í stjórnarskrá eða bara alls ekki neitt. Við erum með takmarkaða löggjöf sem fólki finnst kannski bara alveg nóg á meðan við höfum sæmilegt fólk í brúnni. En við vitum alveg að þetta getur gerst, hluti geta breyst mjög hratt. Og sérstaklega við erum til dæmis með mikil miðstýring í styrkjakerfi, getur fljótleitið þess að við erum alltaf bara með eitt forstöðumann sem vitlaus skipaður sem getur haft alveg ótrúlega áhrif.
Þannig að það svona hluti sem við erum að horfa á víða í Evrópu og erum að ræða á vegum til dæmis Evrópuráðsins og þess vegna var ég á fundi þar til dæmis ráðstefnu í lok nóvember með mannréttindadómstólnum sem var að ræða, dómarar þar voru að ræða mál sem svona höfðu snert þetta og hvernig dómar höfðu farið og hvernig þeir sæju svona framtíðina í þessu. Já. Og það var rosalega áhugaverð umræða en ég reynum að styrkti mig í þessu sem ég hafði svona áhyggjur af að við værum kannski að færast frá þessu blómaskeiði eða það sem fólk hélt þetta væri bara örugt og meitlað í alveg svona geirinelt eins og maður segir en þessi geirineklingi ekkert rosalega örug og þetta gerist alveg svakalega hratt þegar stjórnvöld ákveða að reyna að hafa vit fyrir þessu kerfi og þú þekkir alveg þessu umræðu peningarnir koma frá okkur ekki lýðræðislegt að við segjum ykkur fyrir hvernig þetta á að vera og bjarga ykkur því við sjáum þetta bæði í Ungverjalandi og í Bandaríkjunum hugmyndin alltaf við erum að bjarga til dæmis unga fólkinu frá fordómafullri vóg hugmyndafræði einhvers svoleiðis, þú getur alltaf fundið eitthvað svona óvinn sem þú ert að bjarga þeim frá eins og háskóla sem svo er að tala um þess að vóg hugmyndafræði einhvers svoleiðis og við erum kannski að tala um starfsstofnanir með 10.000 eða 1.000 minnst að kosti starfsmanna og svo eitthvað með fundnir einhverjir 5 starfsmenn sem stöðugt bent á og segja þið eru öll á valdi þessara hugmyndafræði. Eitt sem dettur í hugar að stundum nú miðflokksmenn hér í hérna við rauðaborðið. Við viljum nefnilega að allar skoðanir heyrist. Það er náttúrulega hlutverk fjölmiðla. Það er hluti af þessu. Já. Og hérna það er svona einn rauður þráður í þeirra máli. Hann að var það ekki Weber sem félagsfræðingurinn sem talaði um náðarvaldið og karismað og sterku og öflugu leiðtogana og hérna og sem sagt miðflokksmenn hér á landi þeir tala oft að hnignunin hafi orðið svo mikil undanfarið við séum föst í einhverju bírókratísku helvíti við höfum kallaði yfir okkur stjórnmál sem hafi ekki tekið raunverulega á vandamálum þessi ákall eftir hinnum sterku leiðtogum sem að þeir sjá svolítið í Sigmundi Davíð og vitna til hans verka þegar hann hratt úr vör svokölluðu leiðréttingu fyrir nokkrum árum og svona og eitt af því svona ég reyni aðeins að tefla fram með einhverjum rökum gegn því sem þú vorst að segja hefur heimurinn að einhverju leyti kallaði yfir sig þessa óáran sem við erum að ræða með því að hafa sofið á verðinum í því að sinna því sem að svona skiptir hinn almenna borgara miklu máli Trump viðbragðið og þessi skerðing á frelsi hún einhvers konar ansvar við aumingjaskap og eigin hagsmunagæslu þeirra sem áttu að þjóna öðrum? Nei. Nei, þessi málflutningur allur, ég þekki það náttúrulega vel, hann byggir allur sem ég var kannski að vísi á þann, að þú ert að finna þér einhver svona smádæmi og lætur eins og þetta sé það sem sé að stjórna allri umræðu. Þetta svona svipað, eins og þú segir til dæmis, ástæðan fyrir að ungi menn neyjast til ákveðina karlrembu og ákveðina hópar ungra manna að dragast inn í dálítið ýkta og öfgafullar skoðanir sem sagt samskipti kynja og hlutverk þeirra og svo framvegis. Þetta vegna þess að það er einhverja kvenréttinda konur öfgafullar sem eru búin að reka á þangað og ekki þessu umræðu. Mér finnst þetta að vera alveg búið að snúa orsaka sem sagt samhenginu við af því auðvitað verið að draga þá þú getur fundið kannski ef þú ert að ýkja algjörlega út fyrir allan þjóðarbólk hlutverk einhverjar, þú getur fundið eins og maður segir það þessu öfgafullu feministar, það þessar hver margar örfáar
En býtu, hvað eru margir menn sem eru með gríðarlega áhrif í samfélagsmiðlum og annar staðar, sem eru að draga það að sér, býtu, eru þetta ekki áhrifavaldarnir? Er ekki orsaka samhengi þetta? Og þetta alveg stanslaust, þú getur fundið alls konar dæmi öfgafulla, jafnvel stundum bara kjánalega, sko, það alveg hluti af því hvernig til dæmis háskólar virka, að það kemur fram fólk með furðulegar hugmyndir sem ná einhverju, sem sagt ná einhverju flugi. En þetta bara svo ótrúlega hugsunarvill og rökvill að reyna einblína á þetta. Sem var ég nefnið þetta á með fjölda, þessi alhæfi háskóla, ég heyri þetta alveg stanslaust. Háskólar eru. Ég rifist til dæmis í nóvember við ungan mann, eða frekar tölvöld yngri ég, mann frá Ungverjalandi sem var á ráðstefnunni. Hann talaði eins og það hefði verið, sem sagt háskólanum í Ungverjalandi verið lausir, unga fólkinu hefði verið bjargað frá einhvers konar innrætingu. Já, innrætingu, sko. Og þetta svo afspyrnu kjánaleg nálgun, sko. Þegar þú vorum að tala hversu margir háskólar eru í Ungverjalandi, fjöldi starfsmanna, hvað háskólar eru að gera yfirleitt, að ráðast að grunni þessara stofnana vegna þess að þú kannst fundið einn sem var að tala svona í þessum háskóla, einn sem var að tala í þessum háskóla, þarna var einn sem talaði bara, einn háskóli sem talaði fyrir náttúrulega bara opinni umræðu og einhver svona. Þú getur alltaf fundið einhver svona ýkt dæmi og reynt á að ráðast til dæmis á heilu stofnaninnar í sama sem sagt með þessi dæmi að vopni. Og auðvitað það ekki þannig að háskóla sé að stunda almennt. Nú ég til dæmis að því ég vind aldrei mikið sem sagt fyrir svona á vegum Evrópuráðsins í mörgum nefndum og ráðum og svona fulltrúi Íslands í sumum og svo fulltrúi bara innan Evrópuráðsins í öðru. Að ég heimsæki til dæmis háskólalega víða Evrópu á hverju ári. Og þegar maður mætir í þessar stofnanir og með þetta fjölbreytta starf og maður sér þúsundir, jafnvel 2000 stúdenta og þúsundir starfsmanna sem að vinna við alls konar rannsóknir og þekkingaröflun og þekkingarmiðlun og svo framvegis. Þessi skrípamynd sem verið að reyna að halda fram sem sagt sem vopnvæða og þetta einhver innrætingarstofnanir, þetta vinnur gegn samfélaginu, vinnur gegn, ég meina þetta svo ótrúlega rangt, en maður heyrir þetta svo víða, fólk nýtir þessa frasa alveg sko lætur eins og þetta þrífst bara innan háskóla eða eitthvað svo leiðis. Og ég veit alveg að þetta svona hugmyndafræði sem dálítið þannig að fólk haldir, já, þið geta sjálfur sér þetta kennt, þeir eru búin að vera í einhverju bölvari vitleysu undanfarið. Það bara staðreyndinni svo að þeir eru það ekki. Heldur þetta bara leið til þess að ráðast, sko, við höfum aldrei gleyma því að það ekki þetta bakslag, þessar árásir á háskóla, til dæmis í Bandaríkjunum og í Ungverjalandi einhverju leyti. Þetta ekki gegn einni hugmynd, þó við höldum það, loksins einhver að taka á vókinu eða eitthvað svo leiðis. Þetta sem sagt svona, sem hægt að kalla svona, þetta kryddsíldin, þetta þessi red herring, sko. Já. Þeir hugmyndin, sko, kjarnin í söllu að ráðast á kerfið, þekkingaröflunina. Já. Ekki þessa einu hugmynd sem kannski að eitthvað, þau segjast að reynsa þessa hugmynd út úr háskólanum, en auðvitað þeir að reyna að ráðast á kerfið í heild sinni. Og til að eiga hægarum vik til að skara þetta eigin köku og veikir fjölmiðlar, veikar menntastofnanir, veikt listalíf sem sagt bara eitt draumaland hvers þess sem treystir ekki á frjálslynt lýðræði. Það bara, þú þarft, og þetta alveg hugmyndafræði sem vel þekkt og það verið að vinna í þessu, og svo reynt að flækja þetta með einhverjum krúsidólum og vitleysu þarna úti, sko, og dreifa umræðinu, sem sagt, setja hana út í móa og koma einhverjum svona móðreiki í loftið, sko. Og þetta sér maður bara stanslaust í umræðinu. Já. Þú nefndir samfélagsmiðlana aðeins áðan. Já. Hafa þeir eru þeir í hópi þess sem að hefur sundrað okkur æmeir og í rauninni grafið undan svona ákveðnum konsensus og lýðræðislegum sameiginlegum gildum?
Já, eða maður kannski betra orðað þannig að okkur hefur ekki auðnast að bregðast við og innleiða á réttan hátt, svo að segja. Ég veit ekki hvort þetta skýrir. Vandamáli með samfélagsmiðlana, alltaf, er að þeir falla illa inn í þetta almanna rými, öfugt að sem margir halda, sem ég var að tala að. Af því að þeir eru ekkert, sko, þeir eru ekkert hlut, fólk upplifa sem, þetta er einn frjálsa umræða. Eða semst veraldavefurinn í heildsinni getur kannski talist það. Enda auðnaðist okkur sem betur fyrir að þar voru menn sem voru þar í farabróti sem bara opnuðu, hann er opinn. Samfélagsmiðlarnir eru bara örfá fyrirtæki. Þetta er ekkert opinn umræða. Þú ert ekkert frjáls til að fara á milli þeirra eins og þau sýnist. Þú ert fastur inn í ákveðnu umhverfi sem við erum búin að læra það betur og betur með hverju árin alveg frá því 2016. Hverju einasta ári kemur nýri whistleblower, einhver uppljóstrari fram og segir hvernig þeir hugsa þetta, hvernig þeir vinna þetta og hver hugmyndafræðina bak við þetta, hvernig er að reyna í raun og veru að skemma, opna, frjálsa umræðu. Þetta er vandamálið. Við okkur hefur aldrei auðnast og þetta verður náttúrulega líklega aldrei gerst í Bandaríkjunum. Það er að sprengja upp sko þess að vera með eignarhald og annað. Þetta er náttúrulega bara ég veit ekki hvað að kalla þetta sko, að það er auðvitað hefði átt að nota einhvers konar samkeppnislög á þessar miðla fyrir löngu síðan sko. Og láta það opna sig og til þess að fá meiri nýsköpun, þannig við getum stöðugt að velja okkur nýja samfélagsmiðla til þess að komast inn í samfélagsmiðlinn sko, til þess að stunda opna umræðu og velja okkur frá þeim sem við viljum ekki og svo framvegis. En þetta tókst ekki, hefur ekki tekist. Og þetta hefur skapað náttúrulega þetta hefur gengið gegn þessari opnu frjálsu umræðu sem, og auðvitað hefur þetta áhrif á þessi allæðalt, þetta sem við tala um. Þetta hefur áhuga á þekkingaröflunina, þekkingarmiðlunina og gert til dæmis akademikurum erfitt fyrir með þekkingarmiðluna mörgu leyti. Að fara inn á vettvang sem er sko, við höfum náttúrulega lokast meira og meira af í þekkingarmiðlun vegna þess að þeir verður erfiðar að því miður að tala út til samfélagsins og færri, þú þekkir það alveg hvernig færri en akademíun að þora að fara út í þekkingarmiðlun út í samfélagið bæði vegna þess að við höfum búið í kerfi þar sem þetta er minna metið sko, en líka það er bara árásinnar og ruglið sem þú þarft að þola á meðan þú tekur þátt í þessari umræðu og það verður bara stöð, við erum rekin meira og meira inn í vörn. Almenningu veit minna og minna hvað er að gerast innan háskóla. Hvað gerist þá? Það er að ljúga meira upp á háskóla. Og þetta er staðan sem við erum að horfa á í dag sko. Og svo hvað við erum orðin háð þessari tækni. Ég er sammála leiðara höfundi Morgunblaðs aldrei þessu vant. Þegar hann í síðustu viku skrifaði að það væri óverjandi að Ríkisútvarpið nú gengur allt út á handbolta hjá okkar snörpu þjóð og leiðarahöfundur Moggans sagði að það veri óverjandi að sko auglýsingaflæðið væri svo mikið hjá Ríkisútvarpinu í tengslu við þessar útsendingar að þess vegna fengu landsmenn þau skilaboð að umræðin héldi áfram en þá eru þeir að skipta við Meta. Þá eru þeir að hún héldi áfram á Facebook og þetta er alveg rétt að sko að jafnvel þegar almanna útvarp sjálfstæðra ríkja eins og Íslands er farið að beina okkur inn á Facebook til þess að hlusta á meiri umræðu. Það er þetta sem ég er að tala um. Innleiðingin hefur bara mistekist. Sko, í sjálfu sér er sko, kannski sem hugmyndir samfélagsmiðla ekkert slæm. Hún er bara mjög lýðræðisleg og fín. Okkur bara algjörlega mistekist að stjórna þeim þannig og hafa áhrif á þá. Svo sumir segir mér að við getum, þetta er nú stundum sagt svona sko, í gríni, en Bandaríkin eru alltaf til lengur. Þetta er eiginlega bara sko 7 fyrirtæki í rykfrakka sko. Já, það er djörf skoðun. Ég meina að 6-7 fyrirtæki í rykfrakka sko. Þykjast vera sem sagt ykkur heild. Ég meina þetta er svo bara einhvern veginn heldur fólk, þetta til stjórna öllu. Og við erum öll eins og þetta dæmi sem þú ert að nefna hérna. Við verðum bara að dansa með. Já, dofin og
og vönguð en vitum kannski ekki að því sko. Við erum náttúrulega mjög vönguð. Já. Og ekki gleyma því að það var alveg 2018 eitthvað svoleiðis. Þeir voru að melda 2016 aldrei á kosningarna, Trump og svo náttúrulega líka Brexit. Cambridge Analytica máli var svona búið að flettu ofan að því almennilega 2018 þá var svona dálítið svona andspyrna, það var viðspyrna í samfélaginu þá er mér að tala um svona á heimsvísu fólk hugsaði, nei, nú verðum við að gera eitthvað í þessu og menn eins og aðaleigandi og forstjóri núna Meta, ég minna, á þeim tíma viðurkenndan mistök og þannig að nú ekki þetta væri kannski búið að búa til einhver skrimsli og hann tók ágætlega í hugmyndir á þeim tíma að það þyrfti nú kannski að fara að hugsa þetta eitthvað upp á nýtt sko. Og þetta var bara glata tækifærið þá sko. Og við sjáum áhrifin og núna erum við náttúrulega að fá sko, að þess að tala ég um 7 fyrirtæki rykfrakka sko. Það eina sem hefur gerst er nú veru að nú erum við komið nýja tækni og svo er það bara komið þetta í samkrullið, þetta eru sömu menn, þetta eru örfáið milljarðamæringar sem eru í þessu öllu saman og nú bara er sem sagt nýja tæknin þetta eru sömu menn, sömu fyrirtæki eða afspringi þeirra sem svo er þetta svona einhvers konar, við töluðum hérna öll þessi ástabréf hérna í fyrir hrunið hérna sko. Fannst alveg hrikalegt að við höfum verið með þannig kerfi hérna. Þeir eru núna bólakafi í þessu, þeir eru bara að fjárfesta í hverju öðrum og að reyna að búa til einhverju hringekju sko. Til þess að halda þessu uppi og láta þetta sem sagt malla betur og svona verða betri heild að þeirra mati. En við verðum varnarlausar og varnarlausari með hverju mínútunni sko. Við erum með Google og við erum með Meta og þessi fyrirtæki og svo náttúrulega svona tæknifyrirtæki fyrir utan þau sem sjá hugbúnað og velbúnað og annað. Og þetta er verða eigendur veruleika okkar eftir smá tíma. Það er bara þannig. Sko, ég hef nú reynt að halda úti töluverðir umræðum stöðu fjölmiðlunar hér á landi núna eitthvað á annað ár. Var nú bara mánuðum saman með vikulega umræðu hvernig væri að kvarnast alltaf meir og meir undan íslenskri fjölmiðlun og bara núna á síðustu vikum þá hefur maður séð áframhaldandi ógæfu íslenskra fjölmiðla að reyndu og sjálfstæðu blaðafólki hefur verið sagt upp og það hefur nú ekki náðst nein sátt einhvern veginn með fjölmiðlastyrkina finnst mér svona þótt sennilega séð nú skárri en ekki neitt. Margir viðmælenda minna segja að almenningur verði einhvern veginn að sko taka málin í sínar hendur, það sé ekki hægt að treysta hinu opinbera í þessari veröld sem við lifum núna og áskrifenda vald, við verðum aftur að reyna að færa almenningi völdin, einhver hluta valdana með því að þeir styrki sjálfstæða fjölmiðla því annars fari fyrir okkur og kannski er það að einhverju leyti orðið nú þegar eins og víða í kringum okkur að nánast öll mainströms fjölmiðlun lendi í höndum auðmanna sem oft eru með korporísk tengsl og ákveðin hætta á því að sérhagsmunum sé sinnt með fréttamennskunni og fjölmiðlunni frekar en almannahagsmunum. Ertu sammála þeim sem hafa sagt að við verðum einhvern veginn bara aftur að hver og einn einstaklingur verði aftur einhvern veginn að eins og var í gamla daga þegar sko Íslendingar voru með áskriftir að blöðum sem voru svona mismunandi pólitískar skoðanir Mogginn, Tíminn, Þjóðviljinn, Alþýðublaðið Ertu sammála þeim sem segja að almenningur þurfi að taka upp veskið núna til þess að viðhalda fjölbreyttri og frjálsri og marglaga fjölmiðlun þar sem flesta skoðanir koma fram? Já, sko, ég náttúrulega maður getur ósammála þessu, sko þannig séð ég held að praktíska hliðin sé því miður bara ekki möguleg, sko að því leyti að almenningur bara
ég fæ efni ókeypis. Við þurfum að skrúa fyrir þetta leið. Sko, þá komum við að hinum hliðinni, sko, þetta svona praktist, þetta líka svona prinsip. Finnst þér að vísir mér svona prinsip ástæðan, sko. Finnst þér að vísir ætti fyrir ekki að ég grip frammi fyrir þér, en ætti vísir að selja til dæmis okkur áskriftina að fréttumnum á vefnum? Væri það til bóta? Er það vont fyrir Ísland að... Já, það er alveg ljóst að meðan við erum með ókeypis aðgang að þá fer enginn að taka veskið, sko. Það er bara, þannig að það er svona praktísk rök í þessu. En sko það sem ég finnst alltaf leiðilegt við svona umræðum, sem trufla mig, er svona prinsip, ekki bara praktísk, heldur líka prinsip parturinn af þessu. Og hann er sá að við endum svo oft þegar við erum í einhverjum svona grundvallar, erum að spyrja okkur grundvallar spurninga samfélagið. Hvernig samfélagið verið búið. Og hvernig við ætlum að halda til dæmis eins og ég kallaði á það frjálslyndu lýðræði samfélagið með opinni umræðu, þar sem við tryggjum frelsi á hvernig sviðum til þess að umræðan sé góð. Það sem fjölmiðlar ættu að vera líkilstoð. Já, það verður að vera. Já. Þetta er bara, eins og ég alltaf að segja, þetta eru fjölmiðlar, skapandi greinar, þekkingariðnaður. Bara þetta verður að vera í lagi. Þetta verður að vera frjálst, þetta verður að vera þróttmikið. Sko, þetta hljómar kannski eins og þversögn, en sko það sem vandamáli sem ég sé alltaf, að við endum oft í því að þetta er einhver vandamál þarna, við nú þurfum að höfða til ábyrgðar einstaklinga. Sko, stundum er eina leiðin til að tryggja frelsi í samfélaginu að hið opinbera sé dálítið sterkt. Og að við tökum þessar ákvarðan dálítið kollektíft. Þannig getum við að stundum, þetta er stundum bara eina leiðin til þess að tryggja þetta frelsi sem ég er að tala um. Það er ekki það að horfa bara til einstaklinga, já þið verði bara að bera ábyrgð á þessu. Þá ertu farin að daðra við eitthvað sem að sumir kalla forræðishyggju og hefur verið algjört bannorð, ekki satt? Þetta er ekki forræðishyggja. Hvað er þetta? Af því að ekki ef hún byggir á því að henni sé ætla að tryggja frelsi inn á þessum vettvangi, sko. Er það forræðishyggja til dæmis að setja akademískt frelsi inn í stjórnarskrá? Það er góð spurning. Ég held ekki, sko. Ég held, sko, að auðvitað er ákveðin, sko, það er ákveðin stjórnsemi, þetta er ekki forræðishyggja, það er að tryggja öflugar stofnanir sem þora að takast á við þessi vandamál okkar. Við vitum hvað vandamálin eru. Íktast að dæmi til dæmis hvernig bandaríski yfirvöld mun aldrei úr þessu þora að takast á þessi fyrirtæki eru bara stór. Þið bara mistu af tækifærinu. Evrópusambandið ætlaði til dæmis segja, tökum bara gott dæmi núna, er þetta forræðishyggja að Evrópusambandið ætlaði að reyna að vera með svona sæmilega löggjöf gegn gervigreind? Er það forræðishyggja? Nei, ég held ekki. Ég held að þeir ætluðu bara að reyna að vera með lágmark þröskuld. Talar það í þátíð? Þeir er að gera, það verður út vatna, held ég, sko. Er bara áttan töpuð? Ég held það. Já, það er alvarlegt málið ekki. Jú, ég meina að ég held að við verðum, sko, það er hluta af þessu sem við erum að ræða. Sko, ég var að tala áðan að, sko, hlutir er ekki slæmir eða góðir í sjálfum sér stundum, sko. Samfélagsmiðlar eru bara ágættir eins og þeir eru. Það er innleiðingi sem við klúrum. Nú kemur gervigreind, eða svona þessi gervigreind sem byggir á málíkunum og öðrum líkunum, skapandi gervigreind. Eða spuna gervigreind. Við erum að fara að gera öll sömu mistökin. Er það? Já. Er það forræðishyggja að ætla að standa í lappirnar og hugsa að þetta getum ekki lyft þessu bara að dafna á forsendum fyrirtækjana? Nei, við ætlum aðeins að setja bara einfalda löggjöf sem til dæmis byggir á hlutum til dæmis eins og við hefum ekki áhuga á og skil ekki hvað, sko, ég meina við gátum til dæmis fjármagnað þegar tækniþróun svona eins og til dæmis ljósritunum vil að koma, þá finnum við leiðir til þess að það komi fjármunir inn í höfundar rétta félög sem reyna svo að þarna dreifa þetta í félagsmann eitthvað svona, ég meina við höfum gert það hérna á Norðurlöndunum lengi. Nú er gervigreindin og það er enginn að hugsa býtu, heyrðu, sko, styrkja þann geira sem þú ert að lifa á. Það er engin umræða um þetta. Það þú er enginn að fara í það og segja bara,
ekki nema bara að þeir hafa borgað eitthvað svona sem kalla sektir sem eru svona, fyrir þeim eru frekar bara sem sagt, bara gjöld það svona eins og maður segir fí en ekki fæn sko þeir finna ekkert fyrir þessu sko þó að tölurnar getur verið háar ég meina, þetta er og jú, er þetta forræðishyggja? Nei, þetta er ekki forræðishyggja þetta er sem sagt, við erum að reyna að halda sem sagt ákveðnum gildum, ákveðnum viðhorfum ákveðnum svona mikilvæg þáttum almannarýmisins gangandi og auðvitað væri hægt að styrkja fjölmiðla við getum haft blómlegt fjölmiðla lífið hérna veistu hvernig það var gert? Segðu mér það með því að fá fjármagn frá Meta fjármagn að koma þaðan ekki frá auðvitað mig að ég er ekkert að móti áskrift og einstaklingar setja einhvað en stóru peningarnir er ekki þar hvernig stendur á því að heimurinn sem sagt, hefur ekki tekist að fá sko samfélagsmiðlar fitna af vinnu annara og borga ekkert fyrir það það eru stóru mistökin og þetta eru vandamálin og bara eins og varst að vitna því sem leiðar hérna morgunblaðs ég reyndar þekkti ekki og las ekki ég meina þetta eru vandamálið og fullt af peningum að það er þetta forræðishyggja að stjórnvöld standi í lappirnar og reynið að fá fjármagn til þess að tryggja ég meina við sko með fjárfestingun til dæmis í gervigreind og notkun sem byggir á mállíkunum fjármagn sem fer í sem sagt er bara fjárfestingin bara lítill hluti af þessari fjárfestingu ef hún hefði farið í efla menningarlíf skrifað orð höfunda þá hef ég engan áhyggjur af höfundu framtíðarinnar gagnvart gervigreind en það er bara engi peningar sem koma fyrir þetta fólk að því hvaðan kemur þetta allt saman? Jú, þetta kemur í grunninn eins og til dæmis máltæknin öll hún kemur á háskólum hún kemur úr opinberum styrkjum þetta er almenningur sem borgaði fyrir þessa tækni þróun menn voru að setja texta með glöðu geði inn í þróun mállíkana af því að þetta var bara fræðilegt þetta var gert inn í hinu akademiska samfélagi þessi þróun svo er bara búið að svona kippa þessu þetta er bara náttúrulega að taka þetta út úr almannarýminu yfir í einhver business og svo eru menn að horfa fram á hvernig þeir alltaf þeir eru búin að lofa þetta er hlutabréfamarkaðurinn gerir ráð fyrir það þeir alltaf mala gull á þessu í framtíðinni alveg búið að gleyma því að hvað almenningur styrti þessa tækniþróun, hvað var lagt fram alveg búið að gleyma höfundunum sem lögðu fram sín verk alveg búið, hvort sem það eru listamenn, akademikar eða listamenn eða rithöfundar, akademikar eða fjölmiðlafólk ég meina fjölmiðlafólk líka, ég meina þetta fer líka inn í sem mállíkon, ég meina þetta er vinna þessara stétta sem tryggir að þessu til eins og ég segi, allir lögðu þetta fram með glöðu geði meðan þessi tækni þróun var í gangi og var bara inn í almannarýminu inn í þekkingarsköpuninni en núna er þetta bara búið að taka þetta bara sko hnupla, það var orðið sem ég var að leita þetta var svona hnupl þetta er hnupl en hvernig meturðu akademískt frelsi segjum bara menntastofnana hér á landi í augnablikinu erum við farin að finna fyrir andar köldu frá svona straumum sem að við viljum ekki að næði Ísland er það byrjað, hefur það alltaf verið eða hvernig meturðu það? Já, þetta er bara svona, sko, akademískt frelsi það er náttúrulega fellist, við erum með sömu vandamál og margir aðrir til dæmis, við tölum eitt áðan minni þáttaka akademikera inn í sem sagt að miðlun þekkingar skila sig kannski verð og illa inn í samfélagið. Já, er það vegna þess að... Þannig það er svona þáttur í þessu rannsóknar frelsi er ágætt hérna. Myndi ég segja að við erum alveg stöndum náttúrulega sjálfsögðu með við mörglönd, þá erum svo margt annað hérna, ég verður að skoða þetta hérna Norðurlöndunum, auðvitað standa Norðurlöndin skár en flestir heimslutar. En finnst það ekki svolítið vant samt upp á krítískar rannsóknarspurningar þegar maður skoðar verkefnin sem að nemendur hafa verið að vinna bara síðast áratuga eða svo? Jú, en svo erum við þekkjum alls konar þættir sem við þekkjum lítið hérna á Íslandi, sko af því að það er lítil umræða akademískt frelsi á Íslandi, hún er ekki nein, sko.
rektorar háskóla samþyktu hérna yfirlýsingu akademist frelsi, ég man ekki hvað 2006 eða eitthvað svo leiðis. Þú finnur hana hvergi. Hún er ekki sem sagt á heimasíðum háskólana sem einhvers konar grunnplagg. Það er alls konar svona sem maður hefur áhyggjur af. Við vitum ekki stöðu svona þátta eins og mikið talað núna í Evrópu, til dæmis eins og sjálfsritskoðun, sko. Við vitum ekki hver hún er á Íslandi, það er lítið rannsaka, lítið skoða. Það hefur verið rannsóknarverkefni hérna sem var frábært og hérna svona aðeins var að krukki í þessu en engan veginn nægilegt, sko. Við vitum að í könnun fyrir nokkrum árum voru 17-18% háskólakennara sem að sögðust ekki þora að halda sinni skoðun opinberlega á lofti. Ég er að segja að það hefur verið svona skoða stundum, sko, við erum með svona stikkpröfur. Við erum illa á okkur í hver svona trendin eru. Við höfum það er sem sagt, við höfum alveg séð dæmi það sem er ráðist að akademískum starfsmönnum fyrir að tjá sig í fjölmiðlum. Þeir hafa, eins og ég segi, þeir fá litla umbun fyrir það er betra að sleppa því. Það er allir sammála það. Orðið prófessor er nú bara víða nota þessum skammar, þið? Sko, það tekstundum að það er verið meir og meir og þetta, þú kannski tala um þetta áðan, að þessar skrýpamyndir af háskólum það er stór hættan gagnvart akademísku frelsi. Að þeir standi ekki fyrir sjálfan sig, sko, og ná ekki inn í umræðina og ýmsir sem eru ekki gleyma því, eru ekki ráðast á eina hugmynd, heldur að kerfinu sjálfu vilja bara minni þekkingarsköpun eða þessar öflun þekkingar en að takmarka hana. Að þeim er mikið í mun að búa til skrýpamynda sem stofnunum og á tíma þar sem akademískt starfsfólk hefur lítinn áhuga á að fara fram inn í umræðina og á erfitt með þetta. Þá erum við þetta sem við erum að tala um og það var yfirskriftin á þessari ráðstefnu sem ég var á hjá Evrópuráðinu í nóvember, að það er þetta hugtak sem er notað erosion. Þetta er svona það að molna undan þessu. Erosion. Það er ekki þessi sko, þannig að stjórnvöld séu bara gera breiðsíðu árás á heldur víða svona verið að pólitískir áhrifafólk er fara að taka undir skrýpamyndirnar, tala opinberlega niður til háskólastofnana og annarra menntastofnana. Er fara að gefa í skyn að það vitið nú eiginlega betur, það þurfi nú eiginlega að fara að stíga hérna inn, það sé einhver vitleysa hérna í gangi, allt, þú þekkir þessu umræðu, sko. Það er einhver svona kjánaskapur hérna í gangi. Almenningur er búin að fá sér fullsattan, hefur maður alveg heyrt. Almenningur er þreyttur á því sem er að gerast innan háskóla, annars almenningur viti nokkuð um það. Eða það sé einhver mikil skoðan hjá almenningi, þetta er bara, þú býr til svona frasa. Þetta er alveg byrja á Íslandi. Og manni verður aðeins hugsa til rannsóknarskýrslu Alþingis sem var gerð eftir hrunið að það er nú margt sem bendir til þess að það sé aðeins og kósí sem maður vitni til þess orð sem kom fyrir þar aðeins og kósí samband á milli stjórnvalda, viðskipta afla og fjölmiðla að þetta sé nú pínulítið hérna að kunna vera að endurtaka sig sagan þótt ég sé ekki endilega spá að endi aftur með fjármálahrunni. Nei. Það er náttúrulega þess að tölum við sko frelsi í öllum þessum þremur þáttum. Akademískt frelsi, listrænt frelsi og fjölmiðlafrelsi. Að því eins og þú segir, kósí samband er akkurat andstæðan við þetta frelsi, sko. Það sem þú til dæmis endar í einhvers konar skjaldbandalögum eða þú verður eiginlega að nikka til þessa til þess að hann nikki tilbaka og svo er þetta alls konar svona, þetta verður samansurrað, sko. Og það er annarkvæmt inn í hringnum eða utan. Já. Þú fer að búa til hring og þá erum við ekki lengur með almannarými, heldur er bara komin einhver hringur sem var alls ekki hugmyndin að hafa til staðar, sko. Og þetta er bara því miður að gerast á Íslandi eins og annar staðar, sko. Svo hef ég velt fyrir mér hjásetu íslenskra rithöfunda, við erum að ræða listrænt frelsi og listamenn og rithöfunda meðal annars. Ég er svona sko, er það tilviljun hver margir íslenskir rithöfundar skrifa reyfara, skrifa fólk sem er drepið hér á kyrrlátu eyjunu okkar, alveg vinstri eða hægri. Er það tilviljun hver fái rithöfundar fjalla samfélagspólitísk mál, annarkvort í skáldskap eða bara með beinum hætti?
Mér finnst það stór spurning. Já, ég geti bara ekki svaraði, sko. Svona náttúrulega alltaf einhver öldurhreyfingar, eða svona einhver pendulhreyfingar, ég veit ekki hvað líkingamáli best, það eitthvað sem rithöfundar meira að vinna tíma og svo einhver tíma fer það niður aftur og menn fara í aðra átt, sko. Það eitthvað sem bara sýnir fram á hvað vegferð samfélagi á þeim tíma og svo framvegis, held ég. En vissulega, sko, þá komið tími til, sko, þetta verður ekkert varið, við skulum bara orða það þannig. Þetta verður ekkert varið, akademískt frelsi, sköpunarfrelsið og fjölmiðlafrelsið verður ekki varið nema að hver þáttur snúist til varna, sko. Þú getur ekki búist við aðri gera það. Þú getur ekki verið ætlað að, já, ég ætla nú að reyna að vinna eins með stjórnvöldum í þessu, ok, ég nú ekki alveg sammála, þetta stór hættuleg skref sem við að taka, en þetta betra en við getum ekki snúið. Það svona hugsanaháttur. Það sem þú kannski áttaði þá að stjórnvöld að fara að hefta þig á eitthvað stórkostlegan hátt. En þú ætlar að reyna frekar að vinna með þeim. Þannig að það alveg svona, mér finnst til dæmis, bara svo ég segi, sem sagt, það bara hreint út til dæmis, þetta bara mín skoðun, sko, að mér finnst til dæmis þegar stjórnvöld þetta stundum í gírinn reglulega að vilja hafa svona áhrif á hvað þið vera að rannsaka í landinu. Við þurfum að auka rannsóknir hérna og við þurfum að gera meira þessu. Ég veit alveg að þið gert í góðum hug. En stundum finnst mér að sem sagt, yfirvöldin hinum megin, háskóla yfirvöldin, þurfa stundum að stíga í lappirnar og segja, já, mjög góðar hugmyndir, en þetta ekki þetta að hafa áhrif. Á sér sinn farveg okkar megin. Já, það að því að þarna, ef þú kemur stjórnvöldum upp á þetta, þá fær þetta líka að fara inn í styrkjakerfið og svo fyrir þetta inn í þetta. Og þú ert komið með þínar áherslur hér og þar, áherslur í menntamálum, áherslur í rannsóknum, áherslur hérna. Þú verður að treysta hverjum, sem sagt, anga í lýðræðislega samfélag til þess að sjá sér sjálfur, annars getur við ekki talað frelsi, sko. Og það þýðir alveg að það getur komið einhverja raddir sem segja einhverja vitleysu. Það stundum fer fólk illa með frelsi. En ráðið þá að taka frelsi af þeim? Sem sagt, ég meina, er ekki hugmyndið svo að fólk læri að mistökum og dafni og að það sé almennt þannig að þetta farnist betur með ákveðnu frelsi og þeim dómgreindir að sé treyst, sko. Og krítískt hugarfar okkar allra náttúrulega lykilbreyta í því að vernda stoðir samfélagsins. Já, við getum ekki þjálfað upp gagnrýna hugsun innan til dæmis, segjum, akademíunar. Ef þú hefur, það nú ekki gert ráð fyrir gagnrýna hugsun, heldur að sé ákveðna sterkar leiðbeiningar að fara í ákveðna átt, sko. Þú getur ekki þjálfað upp þessa gagnrýna hugsun sem þarf að vera til staðar, sko. Og ég meina, við getum alveg, og stundum þetta, sko, hluti af þessu til dæmis, þetta stundum ekki bara stjórnvöld, stundum flutt inn svona inn í akademíuna svona, til dæmis stjórnunamódel og viðskiptalífinu og annað sem hafa ekki verið til staðar, auka hagkvæmni. Við höfum séð það í mörgum löndum. Og það rosalega svona áhersla í pólitík á rekstur. Já, og það, sko, auðvitað það rekstur að það eitthvað vit í honum. Ég skil það alveg. En stundum þessi hugmynd að þú fáir hann ekki í gang nema með einhverju top-down systemi, sko, sem gengur oft algjörlega gegn þessu frelsi og ég meina, þetta getur verið oft bara ég haft bara þverögu áhrif við það sem lagt upp með. Þannig að, sko, við vitum alveg að því frjálsara sem almannarýmið því líklegra að við fáum eitthvað blómlegt út úr því, sko. Og vissulega þetta eins og ég segi, þetta pendulhreyfingar og vonandi gengur tilbaka, kannski erum við að fara í gegnum bara mjög dimman dal núna. Það sannlega eftir að versna áður en það byrjar aftur að versna. Það oft þannig, sko. Þetta gæti versna til dæmis að það eru fleiri sem taka
sjá árangur, kaupa legarnar til dæmis frá Bandaríkjunum og bandarískum yfirvöldum og vilja taka þetta frekar upp hérna okkar megin við Atlantshafið. Það er nú komið inn á Alþingi nú þegar, finnst mér. Þessar hugmyndir, það er einhver sem tekur þeirra upp og við vita að almenningur getur verið ginnkeyptur fyrir þessu og þú getur selt þessa orðræðu hérna megin líka. Þannig jú, við getum verið að horfa fram á miklu, sko, það sem versta sem getur gerst er að við sofum algjörlega á verðinum bara. Og við höfum, ég var búin að nefna hérna, við sofum algjörlega á verðinum með þessar nýju tækni, við höfum gert það núna 2 svar. Bara að færa einhvern megin. Þannig að þarna við getum þó einhvað ráðið því hvernig við ráðum sjálf okkur, ég sagt. Hvert er pólitíska landslag hérna. Hljótum að hafa einhvað það að segja sjálf og bara fólk verður aðeins að hugsa býtu, er það þetta sem ég vil að verða veruleika hérna? Við komumst ekki lengra í bili, Henry, en kæra þakkir fyrir þetta spjall og ég vona að það líði ekkert allt og langt þangað til að við getum haldið áfram að spjalla saman annarkvort meira þetta eða eitthvað annað. Kæra þakkir fyrir komuna. Bara takk fyrir boði. Og ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur, við höldum áfram hér við Rauðaborðið eftir andartak. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.